Júlía er heima og bíður spennt eftir Rómeó. Í því kemur fóstur hennar með vaðinn. Hún færir henni hinn hörmulegu tíðindi. Júlía er frá sér numin af sorg. Hún syrgir frænda sinn, en þúsundfalt meira syrgir hún þá staðreynd að Rómeó sé útlægur. Fóstran segir að Rómeó sé hjá Lárens og muni komi nóttina og klifra upp vaðinn. Júlía biður fóstrun að fara og finna Rómeó og biður hann að koma strax. Rómeó er frávita af harmi. Honum finnst útlegðardómurinn þyngri en dauðadómur. Hann er í felum að vorkenna sér þegar fóstran kemur með skilaboðin að hitta Júlíu strax. Þá vill svo til að París greifi er mættur til Capulets til að ganga frá tilvonandi brúðkaupi hans og Júlíu. Vegna augljós harms hennar með fráfall Tíbalds frænda er ákveðið að bíða í fáa daga og halda brúðkaupið þá. Capulets skipar konu sinni að undirbúa brúðkaupið og París fer glaður í bragði. Nóttina kemur Rómeó og les sig upp vaðinn sem Júlía lætur falla fram að svölunum. Þau fallast í faðma. Þau sitja svo alla nóttina og tala saman. Rómeó ætlar til nágrannaborgarinnar Mantúu og hefja þar undirbúning að því að fá hana til sín. Þegar morgunin rennur reyna þau að sannfæra sig að þau hafi enn nægan tíma, að morgunroðinn sé kvöldroðinn og að kvak lævirkjans sé söngur næturgalans. En þegar fóstra Júlíu segir að móðirina sé væntanleg, laumast Rómeó í burtu. Júlíu segist líða frekar illa, en móðirinnar hughreistir hana og segir að það verði að stilla öllu í hóf, líka sorginni. Hún geti treyst því að hefndum verði komið fram við Rómeó. Hún muni sjá til þess að það veri eitra fyrir honum. En nú sé tímabært að taka gleði sín á ný, hún sé að fara að giftast, brúðguminn sé hinn glæsilegi í París. Júlía fellur saman og segist vera of ung til að giftast. Hún grátbænir móður sín að hlífa sig við brúðkaupi. Í því kemur faðirinnar þar að. Hann ærist og segir að hún verði gift með góðu eða illu. Hann muni flytja hana bundna í kirkju ef með þurfi. Hann segist muni reka hana heiman frekar en að þola mótþróa í málinu. Júlía fer niðurbrotin til fóstru sinnar, en fóstran tekur nú málstað foreldra hennar. Hún segir að Rómeó sé svo gott sem glataður henni og það sé í raun hið besta mál að giftast París. Júlía áttar sig á því að hún er ein. Hún lætur sem hún þurfi að fara til bróður Lárens að skrifta og biður fóstruna að skila því. Henni líður svo illa að hafa komið svona illa fram við föður sinn. Fóstran skila því, en Júlía ákveður í laumi að treysta henni aldrei aftur. Þegar Júlía kemur til kapellunnar er þar sjálfur París að ræða tilvonandi brúðkaup. Bróðir Lárens er í miklum vanda en tekst með engu móti að fá París til að fresta brúðkaupinu. Hann segir að Capulet vilji flýta því sem mest til að lina sorg Júlíu við dauða Tíbalds. Þegar Júlía biður skrifta segist París ekki vilja spilla stundin með nærveru sinni og fer. Lárens og Júlía tala saman. Hún segist bara kunna eina lausn og dregur fram rýting. Hún vill frekar deyja en þjást svona. Lárens biður hann að hætta þessu og segist kunna eitt örþrifaráð.